Það var hart barist í kvennaflokki á Íslandsmótinu í holukeppni Securitas-mótinu á Eimskipsmótaröðinni sem framfór á Hvaleyrarvelli eins og hjá körlunum. Við komum hér til leiks í úrslitaleiknum sem var á milli Tinnu Jóhannsdóttur úr Keili og Karenar Gunnardóttur úr golfklúbbi Suðurnesja. Tinna náði strax forystu í úrslitaleiknum og leiddi með 3 holum eftir 7 brautir og þær eru hérna á 8. flutinni. Karen puttar hérna fyrir pari en verður að setja sig við skolla og tapar holunni. Örugt par hjá Tinnu en þá yfir á 9. Hún var þarna inn á í 3 hún Tinna og fær skolla. Og Karen átti möguleika á að vinna holuna og minnka forystu Tinnu niður í 3 holur en það gekk ekki. Hér eru þær Karen og Tinna á 10. brautinni sem er par 3. En í riðlakeppninni hjá kvenfólkinu léku allir kylfingarnir 3 leiki og sigurvegararnir í hverjum riðli komust í 8 manna úrslit. En Sunna Víðisdóttir GR, Heiða Guðnadóttir GKJ, Signý Arnórsdóttir GK, Karen Guðnadóttir GS, Berglind Björnsdóttir GR, Tinna Jóhannsdóttir GK, Guðrún Brá Björgvinsdóttir GK og Ragnhildur Kristinsdóttir úr GR sigruðu í sínum riðlum og léku í 8 manna úrslitum. Keflavíkursysturnar Heiða og Karen mættust síðan í undanúrslitum og Tinna og Guðrún Brá Björgvinsdóttir. Erfiðasta leikun hjá Tinnu var gegn Þórdísi Geirs en hún vann hann á 19. holu og síðan í undanúrslitunum gegn Guðrúnu Brá. Karen vann í systra leiknum nokkuð örugglega. Sáum hérna púttið hjá Tinnu á 10. flutunni aðeins svo stutt metra frá og þá var það Karen fyrir pari og hún er hörð og setur þetta í og þá getur Tinna jafnað hana með því að setja þetta ofan í. En það tekst ekki og Karen tínir hérna 1 holu tilbaka. Þannig að munurinn er 3 holur og hér eru þær á 12. Sáum þær á upphafsteiknum, klúbbhúsið þarna í baksýn. Slatti af áhorfendum að fylgjast með og hér slær Tinna sitt annað högg og boltinn lendir á flautunni en þó nokkuð langt frá stöng. Annað högg Karenar mistókst aðeins þannig að þetta var hennar 3. högg og ekki enn komin inn á flöt. Boltinn rúlar þarna niður fyrir flötina og hún vippar síðan og er enn þó nokkuð of stutt á þarna inn að rúma 2 metra eftir fyrir skolla. En Tinna inn á í 2 og því í góðri stöðu. Og hún puttar hérna. Og gerir þetta vel, tryggir púttið, tryggir parið og Karen setur samt í fyrir skolla þannig að hún lætur Tinnu púta fyrir parinu sem hún og gerir og vinnur holuna. 11. brautin féll hjá þeim og því átti Tinna orðið 4 holur á nýjan leik. Og við sjáum að þær slá hérna á 13. teig og við leikum okkur aðeins með GoPro myndavélina okkar. Sjáum hérna Tinnu slá inn á 13. flautina. Talsverður halli hérna, sjáum hvernig boltinn rúlar lengst til vinstri. Karen var í frekar erfiðri stöðu, var talsvert of stutt þarna fyrir framann og erfitt vipp hjá henni en gerði þetta alveg meistaralega. Vippar hérna hér upp í ofan í fyrir fugli. Og þá Tinna puttar hérna fyrir fugli og er nálægt því að setja í.
En hún vann síðan 14. brautina með meistarahöggi og tryggði sér fugl og vann glæsilegan sigur og Íslandsmeistari í holukeppni 2014. Karen varð í öðru sæti og systir hennar sem hérna með henni varð í 4. en Guðrún Brá varð 3. Tina, til hamingju með þennan titil, þetta hafðist hérna á heimavelli, þetta hlýtur að hafa verið sætt. Já, þetta var ótrúlega skemmtilegt. En nú ert þú að koma hérna inn með stormi inn í þessa mótaröð og stimplað inn og vinnur þetta mót og varst góð í Borgarnes líka, en hvernig svona golfið hjá þér? Ertu að æfa mikið eða? Nei, ég var ekki að æfa neitt, en ég nú búin að vera duglega að æfa hérna áður fyrr, en ég bara fór í Borgarnes eiginlega bara til að taka þátt í holukeppninni. Þetta svona heimavelli og gaman og skemmtilegt fyrirkomulag og svona. Þannig að golfið bara upp og ofan. En hvað ertu svona að gera í þínu daglega lífi fyrir utan golfið? Ég vinn sem fluggagnafræðingur hjá Isavia. Þannig að það það sem ég að gera í þínu daglega lífi. En nálgastu golfið með öðrum hætti þá núna en áður? Já. Ég til dæmis reyndi að slá mig aldrei fyrir 100 metra hérna alla helgina. Ég pitsinur alveg, ég veit ekkert hvað lengdarstjórnin ekki nein sko, þannig að þetta var svona aðeins öðruvísi. En það gaman að vinna hérna heimavelli, voru einhverjar leikir eða viðureignir sem voru erfiðar en aðrar? Nei, ég veit það ekki. Það er náttúrulega svolítið leiðilegt að spila á móti Gunnu í undanúrslitaunum sko, en ég spila eiginlega bara á móti Keilistelpum. Þannig að mér fannst þetta bara ótrúlega gaman. Og úrslitaleikurinn, þú vinnur hann á 14. Hvernig svona upplifir þennan úrslitaleik? Ég var bara svona frekar stöðug og gerði þannig að engin mistök, allavega engin dýr. Þannig að þá er þetta bara undir hinum komið svolítið. En þú tekur þessa keppnisdaga saman, hvað svona stendur upp úr fyrir utan þennan titil? Veðrið. Ég gæti segja það. Og völlurinn, var hann ekki í toppstandi? Geðveikur, hvalurinn klikkar ekki sko, það var geðveik í rýnin. Hvernig ætlar að fagna þessum tímamótum í þínu lífi? Að fara að sofa. Setja fæturnar upp og hvíla mig. Nei, það er kvöldmatur hérna í kvöld, þannig að það verður bara eitthvað vinna og svo eitthvað bara svona lífi heldur áfram. Þú er Íslandsmeistari í höggleik einu sinni og nú er holukeppnin komin inn í hús. Ertu með einhverjar væntingar fyrir þá Íslandsmótið í höggleik? Nei, ég er ekki einu sinni viss sem ég ætla að vera með. Ég var ekki einu sinni viss sem ég ætla að vera með hér. Þannig að þetta er bara eiginlega svolítið spurningamerki sko. Ég er enga væntingar, það er enga kröfur, þannig kannski er það svona sem gengur ágætlega. En nei, þetta er bara alltaf, ég ætla að vera meistarmótinu, ég veit það, en ég veit ekkert annað, það er ekkert planað. Til hamingju með þetta og gangi vel. Takk fyrir.